Góðan daginn. Ég heiti Andrés Páll Baldursson og forstöðumaður Reykjadals. Ég hef unnið í Reykjadal þetta er 11. sumarið mitt núna og fyrsta sumarið sem forstöðumaður. Ég ætla að segja eitthvað svona aðeins frá Reykjadal hvað okkar starf snýst og leyfa svona myndasjói að rúlla á meðan. Það er sem stefna Reykjadals að vera leiðandi sumardvöl fyrir fötluð börn og ungmenni á Íslandi og fjölskyldur þeirra. Og það er kappkostað að bjóða upp á þjónustu sem byggir á væntingum notenda, faglegri þekkingu og viðurkenndum aðferðum við umönnun. Við vinnum samkvæmt gildandi lögum og reglugerðum sem tengjast starfseminni og jafnframt uppfyllir Reykjadalur þær opinberu kröfur sem sett eru fram af Barnaverndarstofu. En hvað er nú Reykjadalur? Gleði, jákvæðni og ævintýri eru einkunnarorð Reykjadals og við erum sumar- og vetrardvalsstaður fyrir fötluð börn og ungmenni sem gefur þeim kost á að sækja sögumbúðir líkt og ófatlaðir jafnaldrar. Við höfum verið rekinar styrktarfélag lamara og fatlaðra síðan 1963 og síðan er náttúrulega vetrardvölin líka helgar. Við lítum ekki á okkur sem kennara eða þjálfara eða uppalendur. Við erum fyrst og fremst vinir og jafningjar og nálgumst alla gesti á jafningjagrundvelli. Aldurinn hjá gestunum okkar er 8 til 21 árs á sumrin og koma til okkar 300 gestir árlega. Eins og að þá önnum við ekki eftirspurn, það er 2 ára biðlisti og reynum eins og við getum að taka inn gesti að biðlista. Gestirnir okkar dvelja hjá okkur í 6 daga eða 13 daga. Og við skiptum aðalega í hópana eftir aldri og svona þannig að gestirnir séu fremstir með jafningja. Við erum ekki að skipta eftir fötlunum eða eitthvað slíkt. Þannig að meira ef einhverjir eru góðu vinir eða líklegir til þess að vera félagar, þá skiptum við þannig niður í hópana. Það eru 25 til 32 gestir í hverjum hópi og í sumar eru hóparnir 11, þannig að við erum í 11 vikur. Byrjum núna í lok maí 24. og endum 8. ágúst. Síðan inn á milli erum við með vetrardvalir á veturnar. Það eru 6 helgar fyrir jól og 6 helgar eftir jól og það er svona gert til þess að stytta aðeins biðina á milli sumarsins. Og gaman að segja frá því hvað gestirnir okkar finnst gaman í Reykjadal. Það er saga einum strák sem hefur margoft komið til okkar og þegar hann eignaðist nýlega litla systur þá sagði hann við mömmu sína þegar hann kom heim í Reykjadal að mamma, ég vorkenni systur minni fyrir að fá ekki að koma í Reykjadal, fyrir að vera ekki fötluð og fá ekki að koma. Þannig það er mjög gaman að segja frá því. Svona rúlla aðeins yfir svona hefðbundinn dag, það sé engin dagur hefðbundinn í Reykjadal. Við erum með 4 á dagskrá, þar sem ímyndunaraflið alveg færir á það. Bæði ímyndunarafl starfsfólks og síðan líka gestana. Við virkjum gestina alltaf í að búa til dagskrárliði og taka þátt. Við erum með 3-skipt valblaði við daginn. Fyrir háti, eftir háti og eftir kaffi og það er alltaf hægt að velja þrennt. Alltaf er búið að fyrir sund, við erum með sundlaug á staðnum og heitan pott og það er mikið nýtt, sumir sem myndu bara helst ekki vilja að fara á sundi allan daginn. Og síðan er ýmislegt sem við gerum, til dæmis væbot eins og er búið að koma á skjánum, væbotbraut þegar gott veður og fjarsjósleitir, jarðarberjatínsla. Við erum mjög heppið með nágranna í kringum okkur þar sem við fáum að kíkja í jarðarberjatínslu, tína blóm og fara í leynigarð og allt á milli himins og jarðar. Síðan höldum við á til þemadaga og klæðum okkur upp í þema og gerum ýmislegt. Allir gestir fá kost á því að taka þátt í dagskrárinni bara með því að velja sjálfur og virkjum gestina í að taka þátt sjálf á sínum forsendum. Síðan líka mjög vinsælt að hrekkja starfsfólkið, til dæmis á kvöldvökunum á mikið fóstursprell, þá er verið að kasta starfsfólki undir í sundlaugina og súrmjólk í hárið og egg í hárið og gestrikkir og svona þannig að það er mikið fjör. Síðan á kvöldvökunum líka hæfileikakeppnir og bara svona allt milli himins og jarðar og það er einmitt oftast svona hápunktur dagsins hjá flestum. Byrja oft daginn á að spyrja hvað í kvöldvöku og tökum daginn fyrst og hugsun svo kvöldvöku.
En já, við erum líka með eldstæði eins og við búið að byrtast á nokkrum myndum hérna, eldstæði þar sem að við spilum tónlist og erum með varðelt og hérna og bökum smá sigubúða og svona. Við tilbreytni hérna gerum ýmsar breytingar líka til að vera með aðeins tilbreytni, við förum í ósuferðir á til dæmis höfum við einu sinni farið í hvalaskoðun, það gekk ágætlega og síðan fáum við að fara í Úlfljótsvatn, að fara í vatnagarðinn þar, það hefur reynst mjög vel og síðan förum við að báta á Háravatni og síðan erum við með hesta á staðnum og alveg með sér útbúna aðstöðu fyrir hestanotkun. Þannig að við erum mjög heppin. Þannig að við gerum alveg ýmislegt í Reykjadal og einmitt önnur saga gaman að segja frá því að kom til ykkur strákur í fyrsta skipti fyrir nokkrum árum og hann hringdi og var að spurja eitt starfsmann hvað eiginlega gert í Reykjadal og hún fór yfir daginn og hvað gert og svona og það kemur smá þögn í síman aðeins og hann spyr, já en þú veist að ég í hjólastól og það er bara allt í lagi, það er bara fötlun engin takmörkun hjá okkur þannig að hann skemmti sér konunglega. Varðandi starfsfólki okkar þá erum við aðalega ungt fólk sem að vinna með ungu fólki, ábyrgir stuðboltar og við auglýsum sérstaklega eftir ábyrgum stuðboltum og svona aldurinn svona á 18 til 30 ára svona, já, á því bili. Það engin krafa menntun en þeir sem að vinna hjá okkur eru oftast að fara í háskólanám eða að klára háskólanám eða í háskólanámi en það er mjög eftirsóknarvert að fá starf. Til dæmis í sumar að þá bárust 200 umsóknir í 15 lausar stöður. Þannig að það eru mörgum að velja og við kappkostum við að velja besta fólkið í starfið. Í Reykjadal í sumar starfa 50 starfsmenn og starfsfjöldurinn svona nokkuð hár hjá okkur. Þannig að fólki líður mjög vel í starfi og vill starfa lengi. Ég til dæmis hef unnið, já, þetta 11. sumar mitt og síðan vaktstjórarnir hjá mér búin að vinna í 5 ár þannig að það er oftast svona 2-3 ár og við erum mjög ánægð með það. Það eru 2 vaktir, þetta eru svona 2 tvískipta vaktir, kokkavaktir, 2-3 eins og er sagt, gott fyrir á milli en þegar starfsfólk er að vinna þá eru langir vinnudagar, allt upp í 15 tímar og það er aðalega gert til þess að skapa traust og það er svona partur af sérstöðun okkar að það er engin vaktskipti inn í miðjum degi eða neitt slíkt. Við erum með starfsmannabústaðarstaðnum þannig að skapast svona mjög skemmtileg svona vinátta milli starfsfólksins líka þannig að þannig að þess vegna líka haldastu vel í starfi það eru vel flest bara vinir og kunningjar þannig að við leggjum mjög mikla áherslu á gott vinnuumhverfi og uppbyggilegan starfsanda það sem stuðla ánægju og vellíðan í starfi. Fyrir hvert sumar og núna í lok maí þá fórum við í undirbúningsnámskeið fyrir alla starfsmenn og það er farið í svona ýmislegt skyndihjálp, öryggisatriði, jákvæð samskipti starfsfólks og það er einkennir starfið okkar, það er mikið og góð jákvæð samskipti. Við erum mikið að hrósa hvort öðru og þessu þar, það er engin vandamál hjá okkur. Síðan hittu við foreldra líka á námskeiðinu og förum yfir hvað væntingar foreldrar hafa og sem komu líka til okkar gamli gestir sem komu til okkar fyrir nokkrum árum og sögðu frá sinni reynslu. Við fylgjum þessum undirbúningsnámskeiðum alltaf með morgunfund á hverjum morgni. Það rifjum upp atburði líðandi dags og förum svona yfir ýmis málefni, hvað má skerpa á og hvað hefur farið vel og þannig að allir séu vel undirbúnir inn í daginn. Í lok hvers sumars er haldið lokaball og þar koma svona á milli 350 til 400 manns árlega og skemmta sér og ég segi að þetta sé skemmtilegasta ball ársins. Það er ómargir og koma gestir sem hafa komið í mörg ár og líka gestir sem er langt síðan komið og svona muni eftir Reykjadal bara með að koma á ballið. Í fyrra til dæmis komu Friðrik Dór og Mari Ólafs og sungu fyrir dansi. Þannig að það er mikið fjör. Varðandi reksturinn okkar og þá er öll fjármögnun framkvæmd bara af sjálfsaflafé og fjármögnun sem framkvæmda og gjöfum frá velunum félagsins og við erum mjög heppin með velununa til dæmis svona vinafyrirtæki til dæmis Össur og Íslandsbanki
að koma í svona starfsdaga fyrir hvert sumar og taka til mála og taka til hendinar og síðan koma Oddfellow-stúkur, Lions-klúbbar og Kímanis-klúbbar, Þorvaldsins basar og Hringurinn hafa styrkt okkur líka með fjármunum og gjöfum, þannig að við erum mjög heppin með veluna. Varðandi dvalagjald gestana okkar, að þá það sama fyrir ófallaða einstaklinga í sumarbúðir, til dæmis í KFUM og K, og það 48.900 fyrir 6 dagatúr og þá tvöfalt fyrir 13 dagatúr. Jöfnunarsjóður sveitarfélaga styrkir starfsemina líka hluta, og síðan koma aðrir styrkir úr velferðarráðuneyti sem að koma upp á móti gjöldum sem að foreldrar og forráðamenn borga. Annars það sem vantar upp að afla bara með fjáröflunum styrktarfélagsins, kærleikskúlunni til dæmis, og happdrætti til dæmis sumarhappdrætti sem til sölu núna og verður dregið út 17. júní, þannig ég hvet fólk til þess að kaupa það. En annars held ég að ég hafi farið yfir allt sem ég ætlaði að fara. Kærar þakkir.